Góðan daginn. Jón Kristján ég, deildarstjóri við félagsráðgjafardeild og félagsráðgjafi. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá framhaldsnámi við félagsráðgjafardeild. Við deildina bjóðum upp á nokkrar MA-línur, starfsréttindi nám í félagsráðgjöf, rannsóknarnám í félagsráðgjöf, öldrunarfræði, norrænt MA-nám í öldrunarfræðum, doktorsnám í félagsráðgjöf og loks nokkrar diplómnámsleiðir. Starfsréttindi nám í félagsráðgjöf svona okkar helsta námsleið í framhaldsnáminu, en það skipulagt sem 2 ára fullt nám og sem stendur getum við tekið inn mest 40 nemendur. Inntökuskilyrði BA-próf í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands og krafist fyrstu einkunnar 7,25. Námsleiðin klínísk, kennd í lótum og 80% mætingaskylda í námskeið. Starfsþjálfun stór hluti námsins og til að mynda síðasta misserið í nánast eingöngu starfsþjálfun. Nemendur skrifa lokkaritgerð sem 30 einingar og að námi loknu öðlast nemendur löggild starfsréttindi sem félagsráðgjafar. Rannsóknarnám í félagsráðgjöf önnur námsleið hjá okkur sem einstaklingsbundið nám, skipulagt í samráði við leiðbeinanda og inntökuskilyrði eru BA-próf í félagsráðgjöf, krafist fyrstu einkunnar að jafnaði, en námið fyrst og fremst hugsað fyrir nemendur sem eru með eldra starfsréttindinám og vilja klára masterspróf. Lokkaritgerð svona bilinu 40-60 einingar og námskeið valin í samráði við leiðbeinanda. Öldrunarfræði önnur 2 leiða á þessu sviði hjá okkur. Inntökuskilyrði að jafnaði fyrsta einkunn úr félags- eða heilbrigðisvísindum en þverfaglega námsleiðar að ræða. Valnámskeið 30-50 einingar, gjarnan við aðrar deildir og valin í samræði við leiðbeinanda. Námsleiðin býður upp á styrkari stöðu á vinnumarkaði með hagnýtu og fræðilegu námi á sviðum öldrunarfræða. Norrænt MA-nám í öldrunarfræðum svipað, þverfagleg leið, jafnaði krafist fyrstu einkunnar, en þessi námsleið kennd í 3 löndum í samvinnu við háskóla í Svíþjóð og Noregi. Lokaverkefni kringum 40-60 einingar og sérstök áhersla lögð á að kynna nemendum norræna öldrunarþjónustu og auka færni til að taka þátt í norrænu rannsóknarsamstarfi. Þá býður deildin einnig upp á doktorsnám í félagsráðgjöf. Inntökuskilyrði meistarapróf frá félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands með fyrstu einkunn eða sambærilegt próf. Námsleiðin 210 einingar, þar af 180 einingar ritgerð. Í fyrra brautskráðust 2 doktorsnemar frá Háskóla Íslands frá deildin okkar og í dag 4 virkir nemendur í náminu, svo þetta námi vexti og hvetja fólk til þess að kynna sér það og frekar upplýsingar veitir Guðný Björk Eydal, deildarforseti á ge@hi.is. Félagsráðgjafardeild býður upp á fjölbreytt val diplómnámsleiða. Í ár kennum við 3 leiðir sem fjölmenning, málefni innflytjenda og flóttafólks, handleiðslufræði, öldrunarþjónusta. Allt þetta 30 eininga námsleiðir og allar þær þverfaglegar, svo þær nokkuð opnar. Einingar og diplómnámi hægt að fá metnar til rannsóknartengds MA-náms í félagsráðgjöf. Eins og segði búið upp á mismunandi námsleiðir og best að kíkja inn á heimasíðu deildarinnar til þess að sjá hvaða nám í boði hverju sinni og hvað mögulega í boði í framtíðinni. Ef einhverja spurninga vakna eftir þessu kynningu þá bendum við á nemendaþjónustu félagsvísindasviðs nemffs@hi.is eða síma 525 4500. Einnig hægt að nota vefspjall Háskóla Íslands og ég hveti ykkur gjarnan til þess að kíkja á heimasíðu deildarinnar nú eða skoða Facebook síðu deildarinnar, félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Kærar þakkir.